Félagsstofnun stúdenta lýstu því nýlega yfir að ekki yrði farið yfir einingarfjölda leigjenda á stúdentagörðum fyrir síðastliðna haustönn. Þetta þýðir að íbúar stúdentagarða gefst því sá kostur að búa á stúdentagörðum útnúverandi leigusamning og óháð námsframvindu síðastliðna haustönn. Þessi ákvörðun var tekin í ljósi núverandi heimsfaraldurs og breytingana á námsfyrirkomulaginu hér í háskólanum. Farið verður í staðinn yfir námsframvindu leigjendanna í lok vorannar. Já, COVID hefur náttúrulega haft margvíslegar afleiðingar fyrir íbúa stúdentagarða sem og aðra námsmenn og náttúrulega íbúarnir sem búa á stúdentagörðum eru nemendur við Háskóla Íslands. Við ákváðum það síðastliðið vor að til að bregðast við að krefjast ekki fullrar námsframvindu eins og venja er. Þetta er nú svona svo sem það sem við getum gert, það er að segja lengja í þessari hámarksdvöl til að styðja við bakið á fólki sem til að mynda eins og barnafjölskyldur sem hafa lent í þeirri aðstöðu að börnin þeirra hafa kannski verið í skertri skólagöngu eða ekki geta stunda sitt nám eins og venjulega og þar af leiðandi hafa foreldrar þurft að vera ekki bara meira heima vegna síns náms heldur barnanna líka og þess vegna höfum við veitt þennan afslátt á námsframvindu og lengjum í tímanum sem fólk getur búið hjá okkur. Fólk má búa í ákveðin árafjölda á stúdentagörðum með framvindu námsins en við ákváðum að taka tillit til þessara aðstæða sem nú hefur skapast og skoða ekki þessa þætti til að létta undir með íbúum okkar. Viðbrögðin sem við höfum fengið hafa verið mjög góð, fólk hefur verið þakklátt að því sem sýndur skilningur. Það hefur náttúrulega verið mjög erfiður og einkennilegu tími fyrir alla, þannig að svona viðbrögðin sem við höfum fengið hafa verið mjög góð.